Forvextur sérstakt fyrirbæri sem að talað þegar að vextirnir hafi greiddir fyrirfram. Þetta svo stað þegar að menn taka víxlan og við skoðum bara hvernig það virkar. Þá segjum að ég vilji hér taka víxil upp á 150.000 krónur og vextirnir af þessum víxli eru 24% á ári, 2% ársvextir og ég tek víxilinn 12. des og ég ætla mér að greiða hann 25. febrúar. Ok, og nú þurfum við að reikna út hvað ég fæ í hendunar, hvaða fjárhæð ég fær í hendunar eftir að tekið hennar víxil. Til að finna þá þurfum við að telja vaxtadagana sem að ég er með hennar víxil. Og munum eins og ég sagði frá í síðustu myndböndum, þá var við 30 vaxtadagar í hverju mánuði og þá sjáum við að í desember, frá 12. desember, þá eru ekki nema 18 vaxtadagar, 18 dagar. Ég veit að það er 31 dagur desember, en við munum vaxtamánuðurinn er ekki nema 30 dagar. Fyrir janúar þá er ég með 30 daga, það er heill mánuður. Þó það sé 31 dagur líka í janúar, þá er samt sem áður vaxtadagarnir bara 30. Og í febrúar þá er ég með 25 daga þar, sem gefa okkur samtals 73 daga, 73 vaxtadagar. Og til þess að reikna svo út fjárhæðina sem ég þarf að greiða, eða þessi fjárhæðina sem dregst frá víxlinu strax við töku hans, þá gerir það bara sama og ég reiknaði út í síðasta vídeo, þar sem vextir eru styttir en áskrifnarli. Nefnir nú er ég með daga í staðinn fyrir mánuði og þá er höfuðstóllinn minn 150.000 krónur, 150.000. Vextirnir eru þarna, ársvextirnir eru 24%, það er sem 0,24 og vaxtatímabilið núna er reiknað í dögum, það er 73 dagar af 360 dögum. Og það við munum að 1 ár eru 360 vaxtadagar. Og út úr þessu fæ ég held ég að stimplaði vitlaust núna. Við 150.000 sinnum 0,24 sinnum 73 deilt með 360 og kemur þetta 7.300 krónur. Þetta er sem sé sú fjárhæð sem dregst frá víxlinum við upphafi og fjárhæðin sem ég fæ þegar ég tek víxilinn er sem sé 150.000 mínus 7.300 eða 142.700 krónur. Og alveg fyrir til 142.700 krónur. Og svo á gjalddaga sem sé 25. febrúar þá þarf ég að greiða 150.000 krónur og þess vegna litið á það að ég sé raun búinn að greiða vextina fyrirfram. Annars konar reikningur sem við þurfum að skoða, það er að reikna núvirði höfuðstóls. Segjum að ég hef lagt inn peninga upphæð eins og ég eigi lagt inn peninga upphæð í banka fyrir 10 ára síðan
og í dag á ég 20.000 krónur inn á bankanum og ég veit hver vexta tíminn var á þessum tímabili, þá get ég reiknað mig aftur á bak og fundið út hversu mikið fé ég átti inn á bankanum upprunalega. Nú ef við skoðum það, segjum að tökum bara einfalt dæmi, segjum bara að ég er með á 16.650 krónur inn á bankareikningi, á honum voru 8% ársvextir og þetta er búið að liggja inn á bankareikningum mínum í 8 ár. Ok, til þess að reikna út hversu mikið fé var inn á reikningum í upphafi, þá þarf ég í raun að taka jöfnum sem við notað hér áður og snúðum við. Það er að segja að höfuðstóllinn minn, þessi virði peningana, þar sem ég munum það að höfuðstóllinn sinnum prósentan sem ég vildi og árafjöldið var jafnt og virðið. Nú vil vita hver höfuðstóllinn var í upphafi, þá þarf ég einfaldlega að taka núvirðið og deila það í þessari prósentu sem ég notaði og árafjöldan. Það er að segja að ég á í dag 16.650 krónur. Það voru 1,08% vextir yfir þetta tímabil og tímabilið spann 8 ár og þá get ég reiknað út hér 16.650 deilt með 1,08 í veldinu 8 og ég fæ út þessu 8.995 krónur. Þannig að fyrir 8 árum lagði ég inn 8.995 krónur og á reikning sem hefði 8% vexti og á í dag 16.650 krónur. Þá skulum við ljúka þessari stuttu yfirferð vexti í bili og tökum næst fyrir jafngreiðsluraðir sem er svolítið sérstakt fyrirbæri.